Af hverju eykst lyfjanotkun, vanlíðan og eftirspurn eftir sálfræðiaðstoð samhliða aukinni umræðu andlega vanlíðan, aukin fjárframlög og aukna lyfjanotkun? Í þessum þætti mun ég fjalla nýjan kúltúr sálfræði á hinum ýmsu sviðum. Ég beini sérstaklega gagnrýni minni á nýja en þó gamlar hugmyndir sértrúarsöfnuða með viðbótarkosti fyrir fólk í viðkvæmri stöðu sem oft á tíðum reynist vera svikamylla ofbeldishópa. Einnig mun ég beina athygli hlustenda að áhrifum samfélagsmiðla sem ég tel að hafi mikið með að gera af hverju vanlíðan eykst samhliða aukinni lyfjanotkun. Velkomin í hlaðvarpi Pæling dagsins, ég heiti Þórarinn Hjartarson, í dag er fimmtudagurinn 20. júní. Ef að þið viljið styrkja þetta framlag þá þætti mér það einstaklega gaman og ég reyni að komast hjá því að vera með kostendur eða auglýsendur, en ef að þú vilt styrkja þetta framlag þá má fara á pardus.is/1pæling en einnig má hafa samband við mig ef að fólk kýsa bjóða hærri styrki, að þá býð ég einnig upp á þann möguleika og hvet þann sem að vil gera slíkt að hafa samband við mig í einkaskilabóðum. Í dag ætla ég að fjalla, eins og ég segi, hinnar ýmsu sálfræðimeðferðir, en sérstaklega að því sem að hefur verið kallað therapy-kultúr eða svona samfélagsmiðla, samúlgæslu menning. Það er ekki alveg gott orðið yfir þetta, en therapy-kultúr náttúrulega segir svolítið sjálft að er sem sagt menning sem að hefur verið svona að ryðja sér til rúms á undanförnum árum. Nú fyrir skömmu átti ég löngu spjalli við klíníska sálfræðing þar sem að við ræddum það sem er að gerast á netinu, sem er svona kimi samfélagsmiðla sem að snýra undarlegri þróun sem lýsir sig þannig að fólk er að birta myndbönd af sér til þess að lýsa andlegum erfiðleikum. Og það sem er kannski verst við þetta er að þetta er ekki endilega það að fólk sé að gera það, sem ég tel að sé reyndar slæmt í sjálfu sér, en ég kem að því örlítið síðar, heldur sá iðnaður sem að hefur myndast í kringum þetta. Og hann snýr fyrst og fremst að því að það sé fólk sem er að hvetja annað fólk til þess að leita til sín. Þessir einstaklingar hafa sjálfsögðu enga þekkingu á því hvernig best að takast á við erfiða atburði eða erfið vandamál. Heldur er þetta fyrst og fremst bundið fyrir fólk sem er með ákveðna Jesúkompleksa sem telur öðrum í trúum að þeir séu að helsta forsendan fyrir því að ákveðnir aðilar nái andlegum bata. Og svona svo ég nefni þann líka, það er ofta tíðum þannig að þau telja sig vera með umframþekkingu sem er svona til svona sem að telst til svona hefðbundnar sálfræði meðferðar. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa þið nákvæmlega, en þetta er ofta svona austur kultúr, það er að segja svona asísku kultúr það og er að vera með gong og fara í ayahuasca og fleira þvíumlíkt. Og það sem er sérstaklega slæmt við þetta er að þetta er í flestum tilfellum, eins og ég er að segja, og ég er að lýsa minni eigin skoðun og minni eigin persónulegu afstöðu sem ég held reyndar að sé rétt, en þetta er oft fólk sem að setja sig í þessa stöðu, þar að segja þeir sem eru tilbúinir til þess að hjálpa, sem er að díla við eitthvað stórkostlega mikið sjálft og sé ekki neinni aðstöðu til þess að vera að móta sjálft sig sem afl sem að mun koma til með að móta eða aðstoða fólk með að ná andlegum bata. Og hliðarafurð af þessu er einmitt að unglingar eru að birta myndbönd af sjálfum sér sem er að sjálfsögðu nægilega slæmbreyta, en það er einnig þessi hvati sem að snýra því að það er yfir höfuð skynsamlegt að leita og ná þeir samfélagsmiðla til þess að takast á við erfiða andlega erfiðleika eða veikindi. En aðeins að sálfræði og lyfjakúltúrunum. Ég átti svolítið erfitt með að safna efni fyrir þennan þátt, en ég vil náttúrulega ekki að þessi þáttur reynist vera hluti af vandamálinu. Það er ógrynni af úlingum og eitthvað íslenskt, eitthvað erlent. Þar sem að ungi krakkar er að birta myndbönd af sínum eigin kvíða eða verstu momentum og öðrum aðstæðum þar sem að þau eru að takast á við svona erfiða tíma í sínu lífi. Líkt og við reyndar gerum öll. Ég mun ekki birta nein slík myndbönd því ég tel það einfaldlega að vera ósmekklegt þar sem að þetta er í mjög mörgum tilfellum táningar sem eru undir lögaldri, þó svo að þetta sé náttúrulega á opinberum reikningum, og mér langar enda bara aðeins að byrja þar. Það sem er náttúrulega verst við þetta er að þessi sálfræðikultúr eða therapy-kultúr snýr að ungum krökkum fyrst og fremst og sérstaklega táningsstelpum sem eru í viðkvæmri stöðu. Ef þið prófið bara að fara á TikTok og skrifið ADHD í search má finna ótrúlega mikið af efni af fólki þar sem að það er bara grátandi yfir því að hafa fengið greiningu eða ekki greiningu. Fólk er augljóslega að sækja einhvers konar social credit sem lætur mann velta því fyrir sér hver er raunveruleg hvatinn fyrir því að sækja sér greiningu hjá sum í þessum efnum.
og ég velti því fyrir mig sko hvort að þetta hlutfall sé ívið herra sögum þess að í stað þess að vera að takast á við raunverulega vandamál sé það í mörgum tilfellum að birta efnið á samfélagsmiðla sem er kannski, eins og ég segi, þessi samfélagsmiðla sálfræði kultúr sem er kannski til að byrja með vandamálið. Og eins og ég segi, þá er ótrúlega mikið af efni af íslenskum úrlingum þar sem að þau eru að útskýra fyrir fólki hvað þeim líði illa og hvað lífið sé erfitt. Markmið, náttúrulega þegar öll eru á botninn hvolft, er að sjálfsögðu að reyna að fá einhvers konar utanaðkomandi viðurkenningu frá aftur ókunnugu fólki. En sko, svo við skoðum kannski bara aðeins þessa svona undirliggjandi hvata þessa fólk sem að segist vera að koma táningum og fólki í vanda til aðstoðar. Því að það er einnig til fólk sem að vill einfallega kapitalæsa á því að fólk sé í vanda og sérstaklega í svona andlegu bataferli eða eitthvað þvíumlíkt. Og það fólk er flest, eða ber flest þess merki að vera í sértrúarsöfnuði. Ég ætla að spila fyrir ykkur eitt slíkt myndband. Bíddu. Ég er með skilaboð til þín akkurat núna. Og það skiptir ekki máli hvort þú sért karlmaður, kona eða hvár. Ef þið líður illa, talaðu við einhvern. Finndu einhvern. Og ef þú heldur að fólk vilji ekki hlusta á sásökan sem þú hefur að bera og ert að tróða hérna inn með sjálfur þér án þess að koma því út og vanlíðanin er bara að taka yfir. Ég vil miklu frekar styðja vin eða vinkonu og hlusta og hafa eitthvað grenjandi á öxlunum á mér og fá að vera til staðar heldur hann að þarf að upplifa það að fá aldrei tækifæri til þess að gera það aftur. Please. Sérstaklega út kallmaður. Það eru færri í tengslaniti af flestum köllum til þess að taka við ykkur og svona, þannig að please. Og ef þú hefur engan, talaðu við Rauða krossinn, talaðu við Píeta, talaðu við eitthvað, please. Sko, þetta er áhugavert myndband fyrir margar hlutasakir. Þetta er sem sagt ungur maður sem heitir Jónas Tryggvi og hann notar Instagram-reikningin Betra Box þar sem hann ráðleggur fólki geðheilsu, betra líf, betra kynlíf, sambandsráðgjöf, kakóserimóníur, kynlöngun, ofbeldi, áföll og fleira þar fram eftir göttunum. Ég leyfi ykkur svona svolítið að fylla í eðunar. Hann er sem sagt markþjálfi og jógakennari og tölvunafræðingur. Og það er hægt að færa rök fyrir því að Jónas sé einfallega að gera gott með því að hvetja fólk til þess að leita sér aðstoðar og gefast ekki upp og segja frá ef það er einhvers konar sjálfsvíkshugsunum. Hann nefnir vissulega samtök sem að veita slíka þjónustu en hann segist einnig vera tilbúin að vera öxlin til þess að gráta á. Og þá veltur maður því fyrir sér, hvað ætlar hann eiginlega að gera þegar að sá einstaklingu kemur til hann sem þarf á aðstoð að halda? Ætlar hann að takast á við einstakling með sjálfsvíkshugsanir? Er þetta maður sem er í stakk búinn til þess að takast á við þær aðstæður? Og nú vil ég ekki vera leiðilegur, en í flestum tilfellum þegar maður sér fólk í svona hóp hjálpar hugleiðingum sem að slær fram vægast sagt varhugaverðum, svona hugmyndum eigin getu til þess að takast á við slíkar aðstæður, að þá er þetta fólk sem er alltaf í einhverjum kakóserimóníum eða fjölkvæni samböndum og þar fram eftir götunum. Og ég held einfallega að það veljist í þetta fólk sem er hreint út sagt alls ekki að vera að setja sjálft sig né aðra í þessa stöðu. Já, það er gott að vekja athygli á því að fólk eigi að leita sér hjálpar, en það er ekki þar með sagt að hver sem er eigi að grípa þann sem að blessunarlega leita sér aðstoðar. Og það er ákveðin svona þú í fyrsta sætið hugmyndafræði, svona ekki hugsa um börnin, þú átt þetta skilið, þú átt skilið að leggja allt til hliðar fyrir þig og sjálfa þig, svona hvernig ætlar þú að vera gott element fyrir aðra ef að þú ert ekki hamingjusamur og okkur fleira þvíumlíkt. Þetta er sem sagt, ég ætla að spila fyrir ykkur annar myndband sem er annar svona vellíðunar gúrú sem heitir Þórhildur Magnúsdóttir. Hún hefur komist í fréttinar vegna þess að hún hefur haldið út í miðlunum Sundur og Saman þar sem hún færir rök fyrir því svona þeim jákvæðu þáttum sem fylgja fjölkvæni þar sem að hún á bæði mann og kærasta.
Ég held reyndar að það sé rosalega að vera í svona sambandi sko. Geta hendi hérna þegar maður í útlöndum með eitthvað my wife's boyfriend sem hérna geggjuð setning. En hér hún sem sagt að hérna útskýra fyrir öðrum hvernig sé besta til að takast á við hérna vandamál snúa að vellíðan og vanlíðan. Já, ég ég fekk þessa spurningu, hvernig setjum ég í fyrsta sæti? Og það sem að margir taka eftir að þeir sinna öllum öðrum í kringu sig á undan þeir sinna sjálfum sér. Þeir sinna börnum sinni, makanum sinni, vinnunni, yfirmanni, fjölskyldu, foreldrum og þau sjálfur eru kannski bara í 5. sæti. Og það getur upplifað að það sé fórnarlamb, að það sé algjör afgangsstærð í lífinu með litla orku og lítið færið gleði. Og eflaust margir sem taka eftir líka að bíði eftir einhver annar komi með gleðina í lífið þeirra. En það sem þurfa að gera er að setja sig í fyrsta sæti og finna út sjálf hvað það sem myndi gleðja þig og hvað það sem þig langar að gera og hvað það sem færi þig raunverulega orkunni í lífið þitt til þess að geta gert allt hitt miklu betur heldur en maður annars gera. Taktu stökkið, komdu með mér á fullvaldaretrít og endurheimtu ástina, gleðina og valdið í lífið þitt. Já, eins og segi, það ekkert sem að ég við þetta bæta, þetta fyrir utan það sem ég búinn að segja. Ég held einfallega að þetta fólk sem að setjast í þessu stöðu sé ekki best til þess fallið til þess að aðstoða fólk við þess að bæta eigin geðheilsu. En snúum okkur að öðru. Langar aðeins að fjalla þetta gagnvart úlingunum og af hverju þetta að öllum líkindum vandamál þar sem að úlingar að sleysast í það að leita í þetta úrræði vegna sértrúarsöfnuðar predikara sem að plataði út í þetta. Fyrir 2 árum gerði Kompás þátt slíka sértrúarsöfnuði sem að snéru að svona nýrri nálgun í heilun, kakóseremónium og kynlífsklubbum sem að einfallega, þetta ekki allt nákvæmlega sami hluturinn, en það svo margir skurðpuntar því að þetta oft á tíðum, eins og segi, sama fólkið. Og þá koma einmitt fram svona sjálftitlaðir andlegi leiðtogar sem að náttúrulega bara féflétta fólk og beita andlegu ofbeldi, alræðisstjórnun þar sem að jákvæð sálfræði svona beitt til þess að útiloka gagnrýna hugsun og tengsl við aðstandendur utan hópsins. Þetta á sér að sjálfsögðu sögulega rætur og sögulega hliðstæður þar sem að slíkir kynlífssértrúarsöfnuðir hafa undið upp á sig út í hið óendanlega. Fyrir þá sem að muna voru náttúrulega, það ekki meira en 2 ár síðan, það sem að voru níðstöngur af hausaðra hesta í erjum einhvers kynlífsklúbbar og einhverja bónda. Þetta var í fréttunum fyrir 2 árum. En hér eru 2 stutt brot úr Kompás-þættinum. En í andlega heiminum, alveg eins og í hinum veraldlega, þrífst vanhæft og skaðlegt fólk sem þvingar ranghugmyndum sínum upp á fólk í leit að leiðsögn. Það enginn annar sem hæfur til þess að grípa þig eða hjálpa þér í gegnum þetta. Það myndi mig bara á einhverja svona neyslu umhverfi bara. Það var bara sjúkt. Þar var ég í gegnum, ég veit ekki hvað mörg fyrir líf, algjör siðblinda, bara nauðgæðing, drap. Þegar kemur ofbeldi í andlega heiminum, þá rosa mikil þöggunarmenning. Það hefði gengið við mörg, það farin að gera hluti við sjálfa sig og fólkið í hópnum kynferðislega sem að það vildi ekki gera. Þegar ég í rauninni kem út úr þessari upplifun sem ég á að þessum stað, sem að fyrir mér bara mjög stórt áfall, og ég lít tilbaka og bara byrju hvernig tókstu þessa ákvörðun, hvernig komstu þér inn í þessar aðstæður? I'm not just fucking women. I'm actually forging long-lasting relationships. These women are my business partners. They're my lovers. They're my friends. They're not serving us. It's not that way around. We're actually serving the fucking women. I need you to understand that because that's a narrative, that's a reality of a matriarchal community that I'm in. The cult leader is a woman. The biggest guru on the island is a woman, not us. Undanfarið hafa nágrannaerjur á Kjalarnesinu þróast út í bölvanir, afhausanir hesta og dularfulla níðstöng sem enginn viðurkennir að hafa reist. Ástæðurnar eru þó nokkrar en ásakanir ganga nú á víxl á samfélagsmiðlum á milli Tönju og Lindu Mjallar Stefánsdóttur, forstöðukonu Skrauthóla, og það ekki laust við að þessi litli andlegi heimur landsins titri nú sem aldrei fyrr. Það kallað andlegt seturinn að gæsalappa og það sem mikið af þessu viðburðum að gerast, það sem við getum kallað nýjótantra. Það sem vakti hvað mesta athygli á dögunum var viðburður á vegum Skrauthóla þar sem fólk var hvatt til að mæta með börnin sín. Og ekki bætti úr skák að kennari, kona frá Litáen, hafði nýlega viðrað þá skoðun sína að barnagirnd væri mögulega bara ein tegund heilbrigðar ástar. Þetta á að vera fjölskyldu viðburður. Bara börnum boðið með og það verið að fara í gegnum
mismunandi tegunda af rómatík eða nánd og líka erotík. Og svo í næstu línu, það verður að lýsa því að það verður drukkið það sem þau kalla heilagan drykk eða sacred drink og mynda svepp. Þannig það er verið að tala íslensku sveppi eða sveppi bara almennt sem ofskynjun nafni og svo kakao sem getur verið mjög örvandi. Og þetta allt bara sett undir sama hatt. Börn, erotík, sveppi og kakao. Sko, svo ég takið það nú fram, þá ég ekkert að segja að allar kakóseremóniur eða þeir sem að standa fyrir þeim eða fara í þar séu á einhverju svona línu. Að sjálfsögðu ekki, ég þekki fólk sem í svona þessum andlega bransa og einfaldlega bara frábært fólk. En það breytir því aftur á móti ekki. Að það eru einstaklingar sem að veljast í svona sem að eiga ekkert erindi í það að vera að hjálpa öðrum. Og umræðefni dagsins finnst mér eiga ræti svona rekja í það að þó svo að samfélagsmiðla kultúrun og andlegu sértrúarsöfnunni séu ekki nákvæmlega sami hluturinn, þá þetta oft sömu aðilanir. Og þetta byggir einnig á þeirri hugmynd það að svona andleg heilsa ungmenna komi ókunnugu fólki mjög mikið við, sem að hann alltaf gerir ekki. En það samt búið að sannfæra fólk það að þessi samfélagsmiðlar séu í rauninni hluti af batanum. Og þá erum við að tala fólk sem eins og segi, í viðkvæmri stöðu og siðblindingjar sem eru einfaldlega tilbúnir til þess að bjarga þér og þetta eitraður kokteil. Ég ætla að fara við myndband sem ég fann fyrir skömmu og brjóta þess niður. Þetta mjög áhugavert myndband fyrir margar hlutasakir en það fer frekar svona hratt yfir hlutina og mig langar að setja það í samhengi við það sem ég búin að reyna að færa fram hér. Stop opening up about your mental health online. Instagram being #HereForYou. Please. Something I'm increasingly skeptical of in modern mental health culture is this constant insistence to open up. Share your story, says every celebrity. Speak out, says every company. Men aren't opening up enough, says pretty much every mainstream publication. In fact, recently in the UK, it was #TimeToTalk Day, urging us to be more open about mental health and share how we really feel. My main concern with this is that Gen Z are very lonely and screen addicted, and so often take this advice and start opening up online. All over the internet, my generation are sharing their autism traits, ADHD habits and Tourette's tics, plus deeply personal moments, traumatic events, anxiety attacks and mental breakdowns. On TikTok, #mentalhealth has over 127 billion views. #trauma alone has almost 30 billion. And no wonder, not only is there this cultural push to open up, but campaigns and influencers explicitly encourage us to share our problems on social media. Það eflaust margt sem að margir eru ósammála mér í þessum efnum En það samt verðt að spyrja sig hvað viðkomandi áorkar í sinni baráttu við það að takast á við andlega vandamál með því að opinbera það á samfélagsmiðlum. Og ég vil að fólk geri greinarmun á því sem að ég að segja og því að leita sér aðstoðar. Ég held að það sé einfaldlega frábært að fólk geti leita sér aðstoðar. Ég vona að slík úrræði séu fólki ekki á kostnaðarsum og það takist að komast í einhvers konar aðstoð. Sama hvort að það sé, svo ég nefni það nú líka, hjá sínum innsta kjarna eða fjölskyldu, nánum vinum eða jafnvel í svona kannski aðeins víðara mengi eða í sumum tilfellum hjá sálfræðingi. En ég held aftur á móti að það að opinbera það meðal almennings á samfélagsmiðlum hafi öfug áhrif en veltir einnig þeirri spurningu upp. Hvað sá sem að birtir slík myndbönd, hvað viðkomandi í rauninni að reyna að áorka? Því að sjálfsögðu viðkomandi að leitast eftir einhvers konar viðbrögðum. Alveg eins og maður myndi gera ef maður myndi leita til einhvers náins eða sálfræðings. Því að viðbrögðin eru undantekningarlaust þau að viðurkenna þín vandamál, segjast standa með þér þó svo enginn sé náttúrulega tilbúin til að leggja hönd á plóg við það að gera neitt slíkt að undanskildu því að segja það á samfélagsmiðlum eða telja þér í trúum að svona vandinn sé ekki þú heldur utanaðkomandi aðstæður sem náttúrulega í mörgum tilfellum ekki rétt. Í sumum tilfellum sá sami sem að á í hlut einfaldlega vandamálið. Í ofanálag það náttúrulega engin laus að fólk sem að þú þekkir lauslega eða nákvæmlega ekki neitt viðurkenni það að þú við vandamál að stríða. En eins og í þessar hreina bók, Counseling of the American Mind, þetta náttúrulega Greg Lukianoff og Ricky Slott. Greg Lukianoff náttúrulega skrifaði með Jonathan Haidt bókina Counseling of the American Mind, þar sem þeir fjalla keimlíka hluti. En
þar er með talað það og í þessum báðum bókum, Cancelling of the American Mind og Coddling of the American Mind, hvernig sko sálfræðimenning innan ákveðina akademiskra stofnana hafa einnig ítt undir þá þróun að það sé sko hvati sem hefur skapast það að fólk ætti að leita lausna sko innri átaka í rauninni í utanaðkomandi aðstæður. Og þetta íti einnig undir þá hugmynd að samfélagi skuldaði því eitthvað og að sko jafnvel að þegar öll er á bátnið hvolft að þeir sem séu ósamálaðum séu einfallega að beita þau ofbeldi. En höldum aðeins áfram myndbandið. Like Kendall Jenner's How Are You Really hashtag, encouraging fans to share a video of their mental health story on Instagram. Or hashtag Post Your Pill, the campaign started by Love Island influencer Dr. Alex George, urging people to post a photo of their mental health medication every month. Join me, he insists, and take a stand against medication stigma. I have many concerns about this. Not because I think Dr. Alex has bad intentions. I'm sure he genuinely wants to help. But firstly because his fans are likely very young. We're talking teens and preteens. And he's sharing this on TikTok, where a third of US users are thought to be 14 or under, and Instagram, where more than 1 million users are underage. If you can, please do post your pill, because it might just stop others from feeling they can't access medication they need, treatment they need. Let's get rid of the stigma. Post your pill. Should we really be pressuring them to please post their pill and share their mental health problems with strangers? Sko, mér þykir þetta vera svo reisastór breyta þessu. Það frekar einkennilegt að fyrir örfáum árum, sérstaklega sko áður en að COVID kom, þá voru stórkostlegar áhyggjur af því að lyfjafyrirtækin væru að taka of mikið til sín og væru að beita svona, varhugaverðum aðferðum í það að auka hagvöxt fyrirtækisins eða hag fyrirtækisins. Og það kom út mynd eða þættir sem hétu Crime of the Century, þar sem það fjallaði einmitt sko ópíóið skyld lyf og sko hvernig þeim var komið á markað og því logið að þau varu ekki skaðlega þannig ávanabindandi. En í dag það náttúrulega það lyf sem að draga langflesta til dauða vegna ofskömmtunar, sérstaklega þá fentanyl sem að ópíóið skyld lyf með skjáttlast ekki. En sko í dag þá pælum við sára lítið í lyfjanotkun. Fyrir örskömmu komu út greinar sem að lýsa því að á Íslandi sé staðan varðar ýmis lyf miklu verri á Íslandi heldur en á öðrum Norðurlöndum. Hér grein frá árinu 2022. Sífellt fleiri leita á geðdeildir vegna geðrofseinkenna eða örlyndis eftir að hafa verið ávísað örvandi ADHD-lyfjum að sögn yfirlæknis bráðageðdeildar Landspítalans afsakið. Íslendingar margfaldir Norðurlandameistarar í notkun slíkra lyfja og hástökkvarar í ávísunum þeirra milli ára. Ríflega þrefalt meira hefur verið ávísað af örvandi lyfjum við athyglisbresti og ofvirkni hér á landi árabil en hjá öðrum Norðurlandaþjóðum. Þá hefur sala slíkra lyfja aukist 170% undanfarin áratug. Samfara þessari þróun hefur orðið fjölgun í hópi þeirra sem hafa greinst með geðrof og örlyndi og jafnvel þurft að leggjast inn á geðdeildir Landspítalans, segir Halldóra Jónsdóttir yfirlæknir bráðageðdeildar Landspítalans. Og núna vitnað beint í hana. Fólk að koma inn með geðrofseinkenni sem við tengjum við að fólk hefur verið að fá þessi örvandi ADHD-lyf. Við höfum verið að sjá þetta virðist vera að aukast töluvert. Það ekki frábær tilvitnun í að vitna því, en þið skiljið sem hvað hann að segja. Og tilvitnun náttúrulega líkur. Sko af hverju það með svona ótrúlega mörg vandamál á Íslandi að þegar einhver kemur með lausn við þessum vandamálum að þá aukast vandamálin. Og svo þegar einhver nefnir þetta að þá það bara eins og einhver svona herskarara fólki sem að bá svona það að það eigi sko ekki verið að gera lítið úr því að fólk sé að glíma við slík vandamál. Nei, ok. En viltu samt ekki velta þig fyrir þér af hverju þau aukast eftir því að fleiri byrja að nota lyfið? En þetta hluti af þessum nýja kultúr sem að snýra því að öll þín vandamál séu leyst með pillu eða einhvers konar sértrúarsöfniði. Hér önnur grein af heimildinni frá árinu 2023. 18% drengja á aldrinum 10 til 17 ára fengu ADHD-lyf í fyrra. Samkvæmt talnabrunni landlæknis á síðustu árum hefur verið skrifað mun oftar upp á lyfið hér en á hinum Norðurlöndunum.
Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir lyfjanotkunina allt of mikla og að samfélagið þurfa að breytast, ekki börnin. Grímur segir, þetta sýnir í rauninni hvernig skólakerfið, hvernig við sem foreldrar, bara allir höfum farið þá átt að ef barn fungerar ekki einhverju hluta vegna í einhverjum aðstæðum breytum við ekki aðstæðanum heldur barninu. Það bara mjög vond þróun, segir Grímur. Og svo hérna millititill, þrýst á að börn fái greiningu, og mér finnst þetta alveg rosalegt. Anna Sigríður Pálsdóttir, yfirlæknir geðheilsumiðstöðvar barna, segir að þetta háa hlutfall drengja komi tvímælalaust ekki allt frá þeirri miðstöð, en hún sinnir meðal annars ADHD greiningum og meðferð fyrir börn. Slíka greiningar fara einnig fram á barna- og unglingageðdeild Landspítalans eða BUGL og einkastofum sálfræðinga og geðlækna og tilvitnun lýkur. Sko, það líka bara að segja eitt. Af hverju eru foreldrar spenntir yfir því að fá greiningu fyrir barnið sitt? Sko, ég bara velti fyrir mér, ef að barn er að eiga einhvers konar erfiðleikum í skólanum, að þá gagnrýnir, og sko, ég ekkert eitthvað svakalega spenntur fyrir því að fólk sé eitthvað gagnrýna skólakerfi rosalega mikið. Maður hefur heyrt svona þessar hugmyndir einhverja brjálara foreldrar sem komin á kaffistofuna yfir því að barnið sé ekki, eða sé X og Y og kennarinn sé X og Y. Ég held að það sé reynda mjög slæmt og fæli frá einmitt kennara sem að væru annars vel í stakk búnir til þess að sinna barninu. En sko, svona, ef við horfum á þetta frá makró, væri ekki svona eðlilegri hugsun að áður en við förum að koma hátt í 20% af öllum úlingum og krökkum á einhvers konar lyf, að sko spyrja sjálf okkur, kannski ættum við að prófa eitthvað í skólakerfinu. Þú veist, kannski eru ungir strákar með meira testosterón og þurfa því að fá meiri útrás á milli tíma eða eitthvað fleira tvímlegt. En eini, við þurfum bara að koma öllum í greiningu. Ég man og ég var að sjá það núna fyrir skömmu að Bill Maher, ég kannski hendi inn þessu myndbandi, ég ekki með það tilbúið, en Bill Maher segir að 50% af ungum krökkum, ég man ekki hvort að þessi bundi við ríki eða eitthvað fleira tvímlíkt, horfum bara á þetta myndband, ég man ekki nákvæmlega hvernig það fer. We had a Me Too reckoning about sex in 2017. We had a racial reckoning in 2020. I feel like there's a parenting reckoning coming. A lot of rollback, pushback on gentle parenting. I think that people are realizing that this kind of stuff has raised a lot of fucked up kids. Another statistic, maybe it's from your book, 49.5%. So let's just say half of adolescents at some point have a mental health disorder. So half of the kids in the country are diagnosable. Okay, either they really are that fucked up or we're overdiagnosing. That's right, it's the latter. We are way overdiagnosing them. This generation has had more mental health intervention in schools, more mental health treatment. 40% of them have been in therapy. They've had therapeutic parenting, and it's making them worse. These kids don't need therapy. They need less therapy. They need to be told, I love you, you'll live, now get out of my house and have an adventure. Og eins og segi, ég ekki múin að horfa aftur á myndbandi, en eins og segi, það eitthvað klikkað við það ef að í kringum 50% af ungum krökkum séu með einhvers konar greiningu. þá erum við að gera eitthvað vitlaust, skiljiði. Og sko, mér finnst mikilvægast þátturinn í þessu að það sé þrýst á það að börn fái greiningu. Af hverju verið að þrýsta þeim? Af hverju telst það æskilegt að ýta á það að fólk fái greiningu? Og ég vil taka svona wild guess og segja að það sé út af þeim kultúr sem hefur skapast geðheilsu. Samkvæmt annarri grein á Vísi hefur notkun Íslendinga á ADHD-lyfjum þrefaldast á síðustu 10 árum. Í bók Aldous Huxley, Brave New World, sem að þessi með fastengunan líka, en þetta sagt skáldsaga, það var einu sinni dystopísk skáldsaga, hægt að fara rauk fyrir því að svo sé ekki lengur, en það fjallað lyfið Soma. Og Soma eru töflur sem eru teknar þegar fólki líður illa eða þarf að takast á við einhvers konar aðstæður. Og taflan notuð til þess einfallega að sleppa því að takast á við allar aðstæður. Og þetta hluti af því að móta einstaklingin nákvæmlega því eins og ríkisvaldið vill hafa hann.
sem náttúrulega ekki kannski það sem ég reyna að færa rauk fyrir hérna, en þetta samt alveg svona kýmið að sama kultúr. En það svo búið að sannfæra fólk það að ríkisvaldið hafi hið besta í hyggju og sé best til þess fallið að móta einstaklingin nákvæmlega eins og það vill hafa það inn í samfélagið. Mannlegar hvatir eru þannig bara með öllu bældar niður, en eins og kemur fram í, og það kemur í ljós í bókinni, það í raun prísund að vera mótaður af ríkinu og að taka töflur til þess að takast á við öll verkefni lífsins. Og ég verð að segja að mér finnst við í raun og veru ekkert vera svo langt frá þessum veruleika sem Aldous Huxley lýsir. Og ég mæla eindregið reynda með því að fólk lesa þessa bók eða hlusta á hana. Hún er náttúrulega bæði frábær lestur, hún einnig frábær hljóðbók á Audible. Hún svolítið í svona leiklistarstíl sem að ég reyndar fíla aldrei, en í þessari bók þá það gert mjög vel. En hugsaði aðeins þetta orð sem að stelpan nefnir, medication stigma. Ég skil alveg hvaðan það kemur og hvað svona raunverulega verið að reyna að segja. Mér þykir það alveg eðlilegt að þrátt fyrir það sé gott að fólk hafi aðgengi að lyfjum sem að viðkomandi þarf á að halda, að þá það ekki fagnaðarerindi. Og svo eins og hún kemur einnig inn á, við erum að tala unglinga, við erum að tala börn sem að birta upplýsingar lyfjanotkun sínar og gríðarlegar persónulegar upplýsingar. Að öllu undanskildu ætti það sjálfsögðu að vera áhyggjuefni, sama hvað manni finnst aukna notkun. En höldum aðeins áfram með matið. Then there's this framing of it as activism. Actually, more than activism. Now it's almost a duty. You need to open up because it helps other people. Maybe, but does it help you? You, a 15-year-old girl, are not responsible for removing the stigma around autism or ADHD. The progressive narrative now also seems to be that if you aren't opening up about your mental health problems, it has to be because of stigma or discrimination. Have we forgotten the word privacy? You don't have to be ashamed, but you don't have to share either. I say this because there are risks to sharing your personal struggles, especially online. Something our current mental health culture seems unable to admit is that being open about your problems comes with problems. Rarely do we talk about the regret of opening up to the wrong people, or too soon before you've tried to recover or really understand what's wrong, or of misrepresenting yourself. One major problem with opening up online, for example, is that whatever you share inevitably becomes part of your brand. Þetta það sem að mér þykir gríðarlega mikilvægt og þetta snýra þessar umræði heild. Og eins og segi, það langar mér sérstaklega að beina orðum mínum að þeim sem eru mér gríðarlega ósammála en eru ennþá að hlusta. Og það að spyrja sig þeirra spurningar, af hverju heldur vanlíðan áfram að aukast og geðheilsa að versna? Af hverju líður ungu fólki sérstaklega verr og verr? Þá geta einhvers sagt, heyrðu, jú, það bara út af því að heimurinn verður sífellt meira ógnandi og með aukinni ólgu og erfiðleikum og heimurinn að farast út af því að við erum ekki að takast nægilega vel á við loftslagsmálin og það náttúrulega líka samfélagsmiðlar sem eru að gera okkur sífellt stressaðri og við því síðasta myndi ég segja já, 100% og ég enda til að það sé stærsta breytan og það endar einnig svo breyta sem oftast nefnd en ok, ef að samfélagsmiðlar eru svona stór þáttur í því að bæta geðheilsuna, getur það verið að lausnin við því sé ekki að stanslaust birta upplýsingar líðan, lyfjaupplýsingar og stöðu þíns máls við það hvernig þú ert að takast á við þín vandamál, að birta á samfélagsmiðlum sé ekki endilega lausn við vanda unglinga. Getur það verið að það sé mögulega með stærri þáttum að ungmenni séu að bíða eftir því að sjá hversu mörg like þau eru að fá yfir einhverjum myndbandi af þeim gráta yfir einhverjum greiningum eða einhverjum lyfjapósti? Ég ætla að spila restina af þessu myndbandi og ræða svo nokkra hluti í kringum það sem ég tel vert að ræða. This, I think, can explain a lot of Gen Z's current obsession with and confusion around identity. We market ourselves from very young ages and then struggle to rebrand, to integrate our evolving selves into our online image. Once you share something on social media, your anxiety, OCD, gender dysphoria, it's documented. You're categorized. Consciously or not, you are more compelled to stick with it. But identities evolve. You are supposed to change. I find it so suffocating how modern culture makes us feel like it's inauthentic
or some sort of moral failure to change who you are or what you believe. Nobody can live up to that. And actually, the opposite is true. Something is very wrong if you aren't changing. As I see it, this is why older generations often chafe at all this oversharing. Not because they can't relate to adolescent angst or have no compassion for mental illness, but from an understanding that things, people, change. Maybe you are in real emotional pain, but don't go blasting your gender identity journey all over the internet because someone told you it's brave. You might not feel that way in 6 months, a year, 6 years. Even if you do, you might not want it out there. You might not even remember that you thought you had Tourette's in your preteens. Also, trends change. There might not be the same cultural cachet for sharing your symptoms in the future. People might not be as rewarding or forgiving, so don't start relying on their validation now. Eins og ég segi, þá náttúrulega hellingur þarna, en mér langar að byrja á þessu með einkennið. Því að eins og ég fjallaði áður, þá innbyggður vandi við það að fólk getur tekist á við vandamál ef að vandamálið er orðið hluti að einkenni þess einstaklings. Því að það að vandi verði að þínu einkenni gerir það að verkum að einstaklingur ólíklegri til þess að gefa það einkenni upp á bátinn. Það að vera með einhvers konar taugaröskun eða takast á við vanda ekki það sem þú ert með, heldur það sem þú ert. Þetta má sjálfsögðu yfirfæra á ýmsa hluti sem hefur verið hluti af svona réttindabaráttum undanfarinna ára. Það að þú sért eitthvað eða gangaði gegnum eitthvað ekki bara hlutaðir heldur einkennið þitt. Þú veist, maður hefur séð þetta svona aktivista, þú ert aktivisti og jafnvel búið að sannfæra unga krakka það að þau getur sótt sér námi í einhvers konar aktivisma og einhver sé að fara að greiða þeim fyrir það. Og þá veldur maður upp þeirri spurningu þegar þetta er orðið hlutað þínu einkenni, því að þú ert komin í ákveðna samfélagslega stöðu undir þeim formerkjum hvert þitt einkenni er. Og að það veitir þér náttúrulega ákveðin svona stig í almennri umræðu, þannig að þú ert ekki að vera að kasta því á glæ, bara sí svona. Þess vegna fannst mér þessi punktur það að þú eigir ekki að breytast vera svo góður. Tökum sem dæmi bara börn. Nú var Gísli Rafn á Pírötum að tala fyrir fyrirheitnarlandi Pírata þar sem að atvinnulíf væri betra ef að þau kemist í stjórn, en það væri samt líka háð miklu fleiri annmörkum. En samt einhverjum óskiljulegum hætti, það er svona, þeim tekst að brjóta niður hagfræðileg lögmál, en gangi þeim bara vel með það, að atvinnulífið verður miklu betra. Ég ætla að spila fyrir ykkur þennan bút, og þetta er sérst úr eldhúsdagsumræðum. Ímyndum okkur aðeins hvernig þessi ræða mín myndi líta út árið 2031 með Pírata í ríkisstjórn 7 ár þar á undan. Árið 2031 langt síðan kosningaaldur var lækkaður í 16 ár. Kjörsókn hefur haldist há síðan í forsetakosningunum 2024. Ungt fólk flykkist á kjörstað og raðar sér í áhrifastöður. Gagnsæi, friðhelgi einkalífs, mannréttindi, tjáningafrelsi og samkennd lýsa menningu og verklagi stjórnvalda á borði en ekki bara í orði. Búið að banna hvalveiðar enda ómannúðlegar, óarðbærar og óverjandi. Á Íslandi sjálfbær ferðamannaiðnaður með áherslu á að vernda náttúru landsins. Ferðamannaiðnaður í sátt og tillitssemi við íbúa landsins. Atvinnugrein sem stuðlar að efnahagslegri velferð næstu kynslóða með lágmörkun umhverfisáhrifa. Í kjölfar allsherjar uppgjörs við mengandi iðnað hefur sjókvíaeldi verið bannað og náðum við þannig að forða íslenskri náttúru frá stórslysi. Mikil vinna hefur verið lögð í atvinnustefnu þar sem ekki treyst á 1 eða 2 mengandi risafyrirtæki til þess að halda lífi í brothættum byggðum. Heldur hefur fólkið í landinu og metnaður þess orðið ofan á. Ný ríkisstjórn hóf strax handa eftir kosningar haustið 2024. Byrjað var á því augljósa. Auðlindarenta í sjávarútvegi var tekin af fámennum hópi kvótahafa og nýtt til góðra verka.
Rentan af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar fjármagnar ekki lengur aukinn ójöfnuð. Fjármálaráðherra dettur ekki annað í hug en að stjórn efnahagsmála sé á sínu borði. Þar með komið á eðlilegri verkaskiptingu og hvorki seðlabanki né vinnumarkaður eru skilin eftir ein í baráttunni við verðbólgu, ofurvexti og minnkandi kaupmátt. Persónuafsláttur var hækkaður og snúið var aftur til eðlilegra bankaskatta. Markmiðið einfalt, kraftmikið, fjölbreytt og sjálfbært atvinnulíf allt land sem borgar nægilega mikið tilbaka til samfélagsins til að tryggja hágæða menntun, gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, líka þegar kemur að tannlækningum og geðheilbrigði, og öllum verði tryggt öruggt húsnæði við hæfi eftir umfangsmikið uppbyggingarátak hins opinbera. Sko, hluti af mér langar að þetta raungerist og að Píratar komist í stjórn og bara sjá hvernig þetta fer. Hann nefnir einmitt að allt varða geðheilsu verði gert gjaldfrjálst, þannig að það myndi líklega koma til með að stórauka allan þann vanda sem að ég hef verið að fjalla hérna, út af því að þeir sem að þyrftu nauðsynlega á þessari þjónustu að halda myndu ekki fá hana, út af því að það komin ótrúlega stór hópur sem að þarf ekki endilega á sálfræðiaðstoð að halda en bara fer í hana út af hún gjaldfrjáls, og þar af leiðandi verður ómögulegt að fá sálfræðitíma út af aukinni eftirspurn. Og eins og segi, hluta mig langar að sjá þetta gerast, en svo hugsa ég, sko, þú veist, ég á börn, þannig að það væri rauninni ótrúlega vont fyrir alla mína framtíð að þetta myndi koma til með að gerast. Þetta minnir mig reyndar, sko, þessi málflutningur minnir mig svolítið hérna á George Orwell, Christopher Hitchens, þar sem hann var einmitt að ræða George Orwell og sagði að einn af helstu lærdómum sem að við ættum að læra af Orwell að sá sem að segir að ríkisvaldið geti veitt þér allar heimsins nauðsynjar og öryggi í skiptum fyrir lítinn skerf af þínu persónulega frelsi, að þá bæði færðu engar nauðsynjar og þú færð ekkert öryggi og tapar samhliða því valdinu til þess að kvart yfir því. En ástæðan fyrir því ég nefni þetta að það sko, þegar öll að botni hvolft, allt sem ég búin að ræða hérna, það pólitísk eftirspurn eftir þessu, og það ekki síst vegna þess hvernig í pottinn búið varðar hvernig við álítum persónuleg vandamál. Við teljum fólki í trúum að það sko sé ekkert sem að þau geti gert til að takast á við ein vandamál, út af því að það einfaldlega utanæliggjandi aðstæður sem gerir það að verkum að líf þitt eins og það Þess vegna þessi sálfræðikúltúr svona sterkt og hefur henni svona sterkt tangarhald á allir umræðu, og það ástæðan fyrir því að það gæti jafnvel sko fyrir ýmsum talist eðlilegt að fara með þá ræðu sem að Gísli Rafn gerði í pontu í eldhúsdagsumræðum. En fyrir mig ljúka þessu, mér langar einfallega að segja að ég held að við séum komin í ákveðnar ógöngur, og sko sérstaklega þegar við teljum að öll vandamál ungmenna verði leyst með pillum, leiðtogum sértrúarsöfnuða eða sálfræði herna á TikTok. Og eins og ég er búin að vera að fjalla hana núna senast að ég veit nú ekki hvað, 3 hálftíman eða svo. Ég held að þetta sé ekki ótengt, ég held að þetta sé hluti af sama vandamálinu, og ég veit að það eru allir sammála að það sé eitthvað en samt finnst manni eins og umræðan þessi mál bera þess merki sko að það ákveðin ótti við það að tala og tala upp til að mynda ADHD-lyf og hvernig þau kunni að vera sko ofnotað á Íslandi, sem að þau eru. Ég var nú á erindi hérna Hermundar Sigmundssonar, þar sem hann einmitt var að fjalla það að í Noregi jókst þessi lyfjanotkun úr 5 upp í 7%, og það allt að verða vitlaust. Það allir bara sturlast yfir því hvernig þetta hefur verið aukast. Hér á landi hefur þetta verið aukast sko, hefur þrefaldast, það að segja 300% á 10 árum, og við notum 3 sinnum meira heldur en norðmenn. Hérna erum við bara, já, þetta nú bara eðlilegt, það bara, við erum ekki að birta nógu mikið að myndböndum á TikTok eða eitthvað. En ég held einfallega að það sé þannig að þegar við erum að nota, eins og segi, 3-falt meira heldur en norðurlandaþjóðir, að þá komið tími í að við spyrjum okkur einhverja spurninga sem að við kunnum og kann að reynast
að okkur líka ekkert sérstaklega við svarið, eða það er að segja okkur líka ekkert svarið. TikTok er til að mynda að bræða heilan á ungmennum og ég held að það væri gott ef við myndum móta það inn í okkar menningu að gera fólki ljóst að það verður heimskara ef að það er alltaf inn á TikTok. Það má færa rauk fyrir því að því sama má segja örugglega inn á ýmsu samfélagsmiðla en ég held samt að TikTok sé í ákveðinni sérstöðu og það sem er inn á TikTok gerir mann heimskari en maður yrði ella. Og líka annað element, ef við kjósum að spyrja okkur ekki spurninga, að þá munum við þurfa að finna svarið við miklu erfiðari spurningum síðan meir. Hér er ný frétt frá 16. júní bráðageðdeild og innlögnum inn á Landspítala bráðageðsviðs. Innlögnum á bráðageðsviðs Landspítala hefur fjölgað 14% á milli ára. Fjölgunin er mest meðal ungs fólks. Þá hefur ferðamönnum sem að þurfa að leggjast inn á bráðageðsvið einnig fjölgað. Innlagnir á bráðageðdeildi Landspítalans er orðnar 960 sem af er ári. Á sama tímabili í fyrra voru þær 840 og fjölgunin á milli ára því 14%. Frá 2021 hefur innlögnum á sama tímabili fjölgað 22%. Nanna Brím, geðlæknir og framkvæmdastjóri geðþjónustu á Landspítala, segir að þetta sé fjölgun sem spítalinn finni fyrir. Við finnum, og nú er verið að kvóta sem sagt í hana. Við finnum fyrir því þannig að það eru fleiri inniliggjandi á deildunum og við náum ekki að útskrifa í takt við innlagnir. Þannig að við erum með það sem að við tölum sem yfirlagnir á deildunum og tilvitnun lýkur. Þannig að eins og ég segi, þá er nokkuð ljóst að þeir sem að segjast vera með svarið við vandamálunum í dag eru einfaldlega ekki þeir sem hafa tök á því að leysa þennan vanda. Ég held að það sé bara morgun ljóst. Hvernig útfærslan á því skal ég ekki segja Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta mun leysast en aftur á móti þá er nokkuð ljóst að á síðustu 10 árum hefur það fólk sem hefur helst verið að setja sig í forsvari fyrir einhvers konar andlega mótun í átt að betri líðan að bulla í okkur. Og eins og segi, ég er ekki með lausnunar en við erum á kolrangri braut. Takk fyrir að hlusta og þangað til næst.